Íslenskar aðstæður. Komið sæl, sjáum hér yfirlitskortið sem gildi klukkan 12 í dag, hæð hér yfir Skandinavíu og Noreg hér, tegir anga sinna aðeins til okkar og róleg heita veður hjá okkur og verður það næstu sólarhringana, eins og svona lægðadræ hér yfir Grænlandi og svo einhver lægð hér langt suður í hafi, hún á leiðinni til austurs og á morgun þá verður ennþá svona svolítið háþrýstingur hjá okkur en lægðadræ hér á Grænlandi færist eitthvað til norðurs og við verðum áfram þá í svona suðlægum, frekar hægum suðlægum áttum, verður frekar rakt lofti hjá okkur, rakinn aftur að aukast svona og þá verður svona meiri líkur á þokulofti. En sjáum á hittasviðinu að það milt loft alls staðar í kringum okkur og næstu daga, þetta þá 50 kl. 12 og síðan sjáum við hér svolítið kuldapoll hér vestan við Grænland sem færist svona smá saman aðeins nær okkur, verður til þess að það svona hugsanlega kólnar svolítið hjá okkur eftir helgi. Við sjáum það betur hér á yfirborðshittanum, fjólubláa liturinn yfir 20 gráður og það svona afgerandi norðaustan til á landinu, annars bara mjög milt á landinu og hitinn ætti nú alveg að geta komist í 15 gráður víða í flestum landshlutum næstu daga, en síðan svona sjáum við á sunnudag og svo eftir það að þá verður mun svalara loft á landinu, sérstaklega þá kólnar talsvert fyrir norðan. En ef við skoðum svona úrkomusviðið fyrir morgundaginn og föstudaginn, að þá nú lítil úrkoma svona í spánum fyrir morgundaginn. Við sjáum þessa bletti hér vestanlands og kannski einhverju stöku skúrir svona norðaustan til í vestafalli, en svona eykst aðeins hér vestanlands úrkoman þá sérstaklega hérna sunnan til á Snæfellsnesi, en annars yfirleitt þurft að kalla kannski stöku skúrir svona einhver líkur á síðdegisskúrum þá norðaustan til. En á morgun þá sjáum við það svona skúratákn hérna, gætu fallið síðdegisskúrir á morgun á Norðausturlandi en að öðru leyti nokkuð bjart þar áfram, en svona afgerandi skýja sunnan og vestan til og einhverjir dropar þá, eins og við sáum á kortinu áðan, þóku loft svona viðlandi við suðurströndina og síðan við ætlum að kíkja aðeins á skýjahulusspána fyrir morgundaginn, þá sjáum við afgerandi léttskýjað svona fyrirpartinn en svona þykknar aðeins upp svo seinnipartinn hér norðaustan til landinu, annars afgerandi skýjað sunnan og vestan til. En á föstudaginn þá ekki mikið breyting í veðri, það kannski eins og fyrst sagði aðeins meiri úrkoma vestanlands, áfram svona einhverja líkur á síðdegisskúrum hér í innsveitum norðaustan til, en svona þykknar aðeins upp þar, ætti nú samt að sjást í sólar svona norðaustan östur horninu, en það svona meira þokuloft í kringu landið, svona afgerandi svona þokumerki í spáni. Sjáum hér skýjahulusspána fyrir föstudaginn einnig, sjáum að það svona getur víða sést sólar hér austanlands, en ef við skoðum aðeins þokuspána þá sjáum við að líkur á þoku sem þá gráa svæðið, dökkgráa, við sjáum að það allvíða svona, en við sjáum að það svona hæg suðaustlæg átt sem að gera það verkum að það svona ætti nú að haldast frá á þessum stöðum eins og hér á höfuðborgarsvæðinu og hér norðan til á Snæfellsnesi. En við skoðum svo 17. júní, þá breytist nú ekki mikið veðrið, það verður áfram svona einhver úrkomu líkur hér sunnan og vestanlands, einhverju dropar, en annars nokkuð afgerandi skýjað nema þá á Norðausturlandi þar sem að ætti nú að sjást eitthvað til sólar og svona gætu nú alveg fallið einhverjir skúrir, svona síðdegisskúrir, skulum segja það, en sjáum þokulofti, það svona víða hér austan og við austur- og suðurströndina og síðan á sunnudaginn þá á að myndast hér svona lægðadrag hér yfir landinu með nokkuð svona ákveðnir nokkuð afgerandi rigningu miðbik landsins sem teygir sig hér til suðurs en svona mjakast eitthvað til austurs smá saman og þá gæti nú létt til hérna við Breiðafjörð og Vestfirði. En sjáum svona aðeins kólnar, en samt sem að ágætis veður. En það verður fínt veður á morgun hjá okkur, samt sem að svolítið skýja sunnan og vestan til en úrkomu lítið. Látum þetta gott hita. Verið sæl.